Ég að fara með ykkur í Búðardal og við ætlum að hitta hann Braga. Hann tók við rekstri hérna af sjoppu, ísbúð og veitingastaði í vor og heldur betur að standa sig vel. Hann ætlar að afgreiða mig hérna. Get ég fengið ís kannski, ef ég tek það, þetta klassíska. Lítinn ís bara með, ég sé út með svo gyrnileg jarðarber hérna. Já. Bara ís með jarðarberum. Lítinn ís bara sem það með jarðarber. Já takk, það væri geggjað. Hvað veiðistaðurinn í Búðardal? Besti veiðistaðurinn, við þekkjum það öll. Hérna, hvað eru það að bjóða upp á hérna? Við erum semst bara með eins og hérna veitingastað, bara fisk og franskar, það er okkar sérgrein í rauninni. Já. Það er það sem er vinsalast hjá okkur. Svo erum við með fiskisúpur, við erum með fullt af hamborgurum, alls konar, og kjúklingaborgara og mikið af sérréttum. Oft kjúklingasalat eða lambakjöt, eitthvað þess aftar. Já, svona sérrétti sem koma bara inn og eru tímabundin. Já, við erum með fastan matseðil sem við erum með nýbúin að endurnýja og bæta fullt við á og svo reynum við að vera duglega að vera með sérrétti, bara sem er yfir eina helgi og eitthvað þess aftar. En þeir eru svo vel í sveit sett, þeir eru alveg við þjóðveginn, þannig að þeir eru svolítið að gera út á líka bara þá sem eru keyrandi hérna í gegn. Já. Er fólk alveg meðvitað ykkur hérna? Ekki nógu, ekki nógu mikið og það er oft sem fólk talar að við séum ekki nógu vel merkt, þannig að það er í vinnslu. Þegar maður kemur inn þá opnast alveg miklu stærri veitingastaður heldur að maður bjóst við kannski. Já. Ég hélt að þetta væri svona einhvern veginn minna í sniðum og svo alveg bara opnast hérna alveg heimur með öðru hús inni sem er eldhús. Já, akkurat. Ógeðslega flott hérna hönnunin hérna inni, skemmtileg. Já. Þetta platar svolítið utanfrá séð Þú tekur við þessu á bróðinum. Já. Núna í vor, mjög gaman, kemur bara ungur hérna, hvað ertu, 20 og eitthvað ára? 24. 24 ára, aldrei er ekki fyrirtæki áður, Nei. Er það nokkuð? Nei. Ákveður að taka við hérna 2 fyrirtækjum? Já. Já. Og hvað gerist svo? Það skellur COVID á, sem er alveg búið að vera, freka flókið. Já, þetta snúist rosalega mikið að vera úrræðagóður, bara núna. Og í rauninni bara láta reyna á allar hugmyndir sem þú færð, annarkvort virkar eða virka ekki, skilurðu. Varstu ekki líka að hugsa hérna, að því að nú er þetta svona stórt pláss og skemmtilegt, að virkja eitthvað félagsstarf? Jú, þegar ég ólst upp hérna fyrir, svona 8 til 10 árum, þá var ekki félagsmiðstöð virk, en hún er sem betur fyrir orðin virk núna og mun öflugar en hún var, hérna áður fyrr. Og í rauninni eins og núna er ég að reyna að stilla 8 tíman á ísbúðinni inn á þannig að krakkarnir í félagsmiðstöðinni sem er bara í næsta húsi geti komið yfir fengi sér ís eða vilja á meðan félagsmiðstöðin er opin. Já, þannig að þú ert að reyna að lesa í þarfir íbúa líka, ekki bara fyrir keyrandi umferð. Já, þetta er fyrst og fremst er ég að reyna að gera þetta vel fyrir íbúana og fyrir fólki hérna. Já. Og mér langar svolítið mikið að reyna að draga heimamannin meira út úr húsi. Mér langar að virkja fólk til að koma upp yfir, setjast niður, bara spjalla og hittast, fá sér kaffibolla eða eitthvað. Spila, eitthvað, já. Mér finnst það rosa sniðug hugmynd. Já. Að hafa spil á staðnum þar sem það var hægt að setja. Það er einmitt hugmyndin. Kaupa svona þessi partíspil, þessi skemmtilegu spil. Það getur ekki að klikka ís og spil, bara er til betri uppskrift. Akkurat. En þeir eru líka með öflugt take-away. Það er rosa mikið, þeir sem vita af okkur og er að keyra í gegn eins og að vestan og leið suður. Það er oft fólk sem er að flýta sér, ná til Reykjavíkur, nýta allan tíman þar, hringja bara undan, panta allt reddi þegar þau koma og bruna áfram. Því að þið erum opið okkur einasta degi, frá 5 til 11. 5 til 11 á kvöldin, já. Þannig að þó maður sé á ferðinni seint, að þá getur maður fengið sér hressingu hérna. Já, það var einmitt hugmyndin með þessum opnum tími í vetur, að búðin lokar klukkan 6 eða 7, fyrir eftir dögum, og í rauninni það er ekkert annað svona seint á leiðinu, á leið vestur á Firði, það er ekkert nema eftir Borgarnes, þá er ekkert opið svona seint. Þannig að þó að sé ekki nema fólk bara komist hérna til að fara á klósettið, skilurðu. Bara svolítið mikilvæg þjónusta fyrir fólk á ferðinni. Svona rekstur, eitt er eins og segir þjónustan á opnunartíma, svo er að panta inn og skipuleggja og svo er það mannauðurinn, þú ert væntanlega með fólk í vinnu? Já, ég er með 3 manneskjur í vinnu núna, fastri vinnu. Já, þannig að þú ert orðinn yfirmaður líka. Þetta er engin smá eldskýrn. Nei, og ég er yfirmaður og ég er langyngstur á vinnustaðnum. Já. Þannig að, já. Ótrúlega þú ert að fá svo mikla reynslu í eldskírn í mörgum þáttum. Já, en ég held einmitt að sé
ekkert svo slæmt að eiga yfirmann sem mikið yngri en maður af því að ég nýkomin, þú veist, ég búin að vera mikið að vinna það sem ég alveg, yfirmaðurinn með þetta og hitt, skilurðu. Þannig að þetta svolítið svona eins og úlingar tala oft þú veist, ég vildi að mamma myndi muna hvernig það að vera úlingur. Þetta svolítið svona, þú veist, ég man hvernig að vera litli krakkinn á kassa, skilurðu, alveg mjög vel, því það bara, þú veist, 3 ár síðan liggur við. Þannig að þú getur, þú reynir að hafa það í huga þegar þú ert að eiga í mannauðismálum. Já, þannig að það rosalega léttur og bara skemmtilegur andi hérna. Við erum duglega að hittast bara eftir lokun og spila og hafa gaman.